sagðist alltaf pissa, sko. Gunnar, ertu þarna? Já. Já. Búin að pissa? Já. Jæja, Gunni, hvað segir? Hvað segir gott? Ég held rosalega gott bara. Já. Nývaknaður? Já, svona fyrir korteri. Já. Smá lestur í morgunsári. Hvað er þetta að lesa? Ég er að lesa bókum uppfyttingar sem hafa floppað. Já. Til dæmis var ég að lesa Zeppelin. Flott var ég, sko. Það er nú stórt og mikið flopp. Já. Svo las ég líka Yugo bílinn. Já. Þetta bíla frá Austur-Evrópu. Já. Trapa, sko. En í þessari bók þarna vasknúni bílinn, bandaríski? Nei, þannig ekki. Nei. Það er aftur á móti vassaletni fyrir konur. Sem sagt svona hlandskála fyrir konur. Já, svona hólkur sem það setja utanum... Já, mjög förðulegt tæki, sko. En það gekk ekki upp? Nei, það þurfti alltaf að vera í pilsum til að það virkaði, sko. Ég skil. Já. Þetta er mjög skemmtilega, sko. Já. En segðu mig, hvað er það að frétta þér? Þetta mér? Já. Já, nú var hann bara fulltime popsérna, sko. Já, er það ekki? Rosastöð. Bara hættur að vinna og byrja að höra póstina? Já. Já. Vinn ekki raskt. Bara hættur að vinna, já. Þetta er eins og við, sko. Við erum hættur að vinna. Við erum bara á útvarpinu, sko. Þetta er best. Þetta er best, sko. Ekki vinna. Hanga bara allan daginn. Já. Gerir ekki neitt. Við bara blöðrum hérna, sko. Bladra á, spila tónlist og eitthvað svona. Einmitt. Við sketsa sem skrifa sig sjálfir og... Undirbúa þáttinn allan daginn. Sveitir. Nei. Jafnóðum. Já, menn halda það kannski, en það er ekki þannig. Já. Það vellur bara upp um hann í jafnóðum, sko. Já. Og hvernig er hlustuninn? Það veit ég ekki. Og samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum, það er að segja minni skoðanakönnun, þá er þetta vinsalasti þátturinn í Reykjavík í dag. Já. En já, það er eitthvað voða mikið að gerast hjá okkur þarna í Unun, já. Já, þetta er komið út alla trissfur bara næstu árum að veita svo sjálfur. Já. Það les bara það í blöðunum að maður er að fara að skrifa eitthvað samning eftir hverfikur upp á Vatnajökli, nei, Snæfellsjökli. Já, er það, já. Og er það raunveruleiki? Já. Það sem lest í blöðunum? Reyna satt, sko. Hvaða fyrirtæki er þetta? Þetta er fyrirtæki GoDiscs. Já. Fylgdi það ekki svona? Nei, ég hef ekki lesið þetta. Las það nú í blöðunum, sko. GoDiscs, já. Þetta er voðalega enskt fyrirtæki, þetta ekki... Fólk kannast ekki helst við Portishead sem það hafa gefið út. Já, en er það ekki Elvis Costello sem átti það eitthvað? Nei, það er Radar. Já. En ég held það líka, sko, en... Já. Þeir sprutt inn á markaðin með frábæra listamanni Billy Bragg. Já, einmitt. Einhverjum kommatrúpator. Já. Af þessu hundleðilur. Já. En, já. Já, þetta er náttúrulega voðalega svona enskt fyrirtæki, sko. Já. Þeir er með böndur svo Beautiful South. Já. Sem voru rosalega eins og leys. Einmitt. Paul Weller. Já. Í The Jam. Já. Solo úr The Jam. Já. Hann er svona eins og Bubbi í Englandi, sko. Já, er það virkilega? Rosalega vinsæll þar en svo hverkjum að staða. Já, Jam var leiðileg hljómsveit maður. Nei, þeir eru ágættir. Fínt punk, modpunk eitthvað. Þeir voru ekkert punk, þetta var bara mjög fínir. Gling. Já, og hann er náttúrulega guðfaðir þessa ömurlega Britpops. Það er mitt, sem er ömurlegt. Já, hann var punk. Já, fannst þér punk, kennlega? Já. Já. Fannst þú það ekki? Nei. Fóru eitthvað tónleika? Nei. Hæ? Já, heyrðu, en segðu mér... Hvað segir þú? Og er ný platta þá bara, eða? Nei, hjakka á þessu alveg næstu 3 árin eða svo. Já, þú þín og ekki. Það eru ekki að búa... Það er mörg lönd í heiminum sem það er að vinna, sko. Já, ég skil. En eru þið ekki að, svona í alveg talað, eru þið ekki að fara að vinna nýja plötu? Já, það er einhver hugmyndum að koma kannski með einhverja smá plötu hérna á Íslandi fyrir jólin. Já, smá plötu? Já, einhverja svona, ekki kannski alveg nýja stúdíóplötu, en eitthvað annað, sko. Er þetta ekki allt komið á diska núna, eða?
Já, geislaplötur heitir þetta. Já, einmitt. Þannig að plötur eru kannski liðin tíð. Nei, þetta heitir plötur. Geislaplata, já. Já. Það voru samáttíkir á hjá plötuvinnanum fyrir nokkrum árum. Já. Skífa þetta svona. En hérna... Já, og svo örgulega bara ný stúdíóplata næsta ári. Já, næsta ári, já. Já, þeir eru ekki dossalega mikið að flýta ykkur. Nei, þessi sko samningurinn felur í sér að við gefum út þetta enn einu sinni, þetta. Nýtað, já. Hann, Super Shiny Dreams. Gefið hana út núna í haust kannski? Já, planið þannig, held ég. Það er alltaf að breyta þessi plön, sko. Breytist ægilega. Hvað verður hún þá að gefa? Bóli ekki þegar að tæknin er að stuða okkur. Halló, heyrðu okkur? Já, ég heyri þér. Heyrðu, döttu við út eða hver datt út? Jón datt út. Jón datt út en ekki ég? Já. Nú er hún komin aftur, Það er nefnilega málið er að það er einhvern grafa hérna fyrir utan. Ég er dauðhrættur við hana. Ég hefði á tilfinningunni að hún komið til með að grafa undan okkur, sko. Í jörðinni, sko. Nei. Þess vegna getur grafan ekki náðu, sko. Ég skil, já. Þetta er bara sigurinn. Eru ekki loftinu? Já, við erum loftinu. Já, þarna komst mína fáfræði. Já, svo náttúrulega bara tónleikaferðalag í ágúst. Næsta ágúst? Núna var það. Já. Í ágúst, já. Bretland segjar þá. Eitthvað helvíti bara, ég veit ekki. Mátt ekki blóta svona? Já, fyrir ekki. Nei, sem sagt. Enguland líklega og svo endur við á einhverju popkomi í Köln. Köln? Já. Já, frábær borg, ég hef spilað þar. Já. Gaman. Ég hef aldrei spilað í Köln. En hérna, segðu mér, Gunni, hvað verður þá hitt upp fyrir einhverja fræga hljómsveitir? Þetta er nú bara svona við sjálf eitthvað. Já, er það? Hólum. Já. Og hvernig er samstarfið? Það er bara mjög gott. Góðu mórand í bandinu? Já. Það er núna komið til dæmis nýr trommuleikari. Alltaf að koma nýr trommuleikari hjá okkur? Já, Þetta er svona svo spænalt að þau bara springi í loftu hver á fætur öðrum. Hvað heitir hann? Hann heitir Birgir Baldursson. Já, hinn eini sanni. Já. Þú hefur nú aldrei spilað með honum eitthvað tján? Já, við erum þéttast að réttan par á landinu. Já, þið eru það? Við erum það. Já, ég hef búin að gleyma því. Já, það er allir bara mjög æstir og í miklu stuði núna. Já, frábært. En áfram. Já. Og svo spilum við hérna 23. held ég líka. Hérna á Íslandi? Já, eitthvað kannski svona Gaugófstöðing, eitthvað sliðis. Já, þetta er alveg rosalega slæmt, sko. Íslenski tónlingastæðir, sko. Þið hafið engin prinsip? Prinsip, þetta er 3. dagur, sko. Já, 3. dagur. Bara svona kynningatónlingar. Já. Þetta lið sem kemur til að skrifa undir hjá okkur, með okkur. Já, frá Góðdisks. Frá Góðdisks. Og svo eru náttúrulega hérna, já, bara ókipis inn og nú að bjóra og svona. Já. Nú og, já. Svo var við að vera að tala fræflaútgáfa tónleika. Heyrðu, frábært mál, hvenær verður það? Já, ég held að platan komið á föstudaginn. Núna næsta föstudag? Já. 38 lög. Á morgun? Já. Nei, hún kemur kannski ekki búið þetta fyrir helgi. Já. Þetta er besta plata sem hefur komið út. Ég vil hlakka í til að... Síðan að þið gáðu viltu namna þennan. Já, einmitt. Já. Heitir Viltu bjór og væna, platan, sko. Heitir hún það? Já, Viltu bjór og væna. Þannig að það er sem sagt Viltu namni væna og bjórinn og... Já, og Fólstef og demo frá 79 og tónleikar og Kópavogsbíóin. Æðislegt. Ég er nú að tala við strákana. Já, ég ætla nú aldrei að fá þá í heimsókn, maður. Já. En hérna, já, við erum komin út í aðra sálma hérna. Já, hvað vil ég vita meir framtíð á munnunar? Ég veit, það er sko. Já, kannski bara framtíðir áfram þín. Hvað ætlað þú að gera? Ég er alveg bara bundin af þessu samningi sem ég er að fara að skrifa undir. Já, ætlið að flytja til útlanda? Nei, ekki svona flytja eins og fólk leggur í þá sögn. Bara kannski búa mikið þar. Ekki að kaupa hús og það með
útgögnin og svona, Nei, ég skil þig. Já, ætlar að flytja ríkisfang til Bahama? Eða Sviss. Já, ég veit það ekki strax, sko. Nei. Kemur allt í ljós. Nei. Það kannski góð ráð hjá einhverjum. Já. Svona. Í bransanum? Já. Þekkir eitthvað í bransanum svona sem geti... Nei, það kemur allt, sko. Já. Gunni, þetta búið að vera mjög skemmtilegt og fræðandi spjall. Já. Og við bara heyrumst síðar. Einmitt, nú ætlum við að spila lag með Unun. Nú. Herðu, hvað heitir Unun í Bretlandi? Unun. Ekki Unun eða neitt svoleiðis? Í Fraklandi, sko. Herðu, verður blessaður. Já, blessaður. Já, bæ.